töfraheimurinn sem við erum búin að skapa gerist ekki af sjálfu sér og hún Júlíana, búningahönnuður, til dæmis búin að búa til alveg einstakan heim í búningunum sem búið að sauma hérna niður á saumastofu og þeir eru margir, skal ég segja ykkur. Hæ, ég heiti Júlíana Lára Steingrímsdóttir og ég búningahönnuðurinn fyrir Galdrakarlinn í Ós. Við byrjuðum hugmyndavinnu bara strax í sumar og svo náttúrulega þróast hlutir og breytast og þetta náttúrulega fjöldinn allur af búningum. Þetta hátt í 100 búningar og flest allir saumaðir frá grunni, þannig að þetta stórt og mikið verkefni. Við erum að elta nostalgíuna. Við erum ekki að fara í einhverja nútíma útfærslu af Ós. Við ákveðum það strax. Svo þegar ég fór að gera Smaradsborg, þá fór ég að skoða svona eins og við ímynduðum okkur framtíðina í gamla daga. Fór að skoða in the 70s, hvernig ímynduðum við okkur futuristic þá. Snúðarnir, það eru svona bændurnir í Ós. Hérna Glinda. Hún svífur í þessum kjól yfir salinn og ber þennan kjól glæsilega, hún Berglind. Hér síðan Illanornin og við erum að gefa henni bara húðlitinn með þannig að hún þurfi ekki að fara í airbrush yfir allan búninginn, þá hún bara klædd alveg í svona grænu efni sem við skreytum svo með svona æðum og glansi. Svo hér auðvitað Tinnkallinn. Við byrjuðum á að gera pappa útgáfu af honum og máta og aðlaga og breyta. Þetta hefur náttúrulega rosa mikið með hreyfigetu að gera og svo mikilvægt fyrir mig að hann væri léttur og ekki óþægilegt að vera í honum. En hann lítur samt út fyrir að vera þungur. En þetta alveg fislétt. Snúðakrúttin að mæta, flugabarnir, blikkar. Það ennþá nóg að taka en gengur rosalega vel og alveg einstaklega skemmtilegt verkefni.